Norrlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Þetta bærinn Brúnagerði í Fnjóskadal rétt við Vaglaskóg. Á föstudaginn kemur opnar í Brúnagerði húsdýragarðurinn Daladýrð og í Daladýrð verður sömuleiðis vinnustofa og verslun hönnunarfyrirtækisins Gjósku þar sem seldar eru vörur úr íslenskri ull. Við á N4 heimsóttum Daladýrð miðja síðustu viku, lítum fyrst inn í vinnustofuna. Birna, íslenska ullin, það eru þínar ær og kýr? Já, það má segja það. Ég vinn hérna mína línu í íslensku ullina sem prjónuð fyrir mig fyrir sunnan og svo fæ ég henni að senda hér hingað og þar sem ég skreyt hana með nálaþæfingu. Og það íslenska náttúran sem er aðal yrkisefnið. Hérna ég að búa til mosa með smá blóðbergi í, svo það aðalega hraunið og jökullin og svona sem svona það söluvænlegasta hjá mér. En þið ætlið núna að fara að opna þína stofu hérna, hvernig líst þér á að vinna innan gesti? Þetta nú reyndar ekki alveg í fyrsta skipti sem ég með opna vinnustofu því að ég var í Hveragerði 2 ára skeið þar sem að fólk gat gengið inn á mig. En mér líst bara vel á það, ég bara gaman að því að segja fólki hvernig hlutinni verða til og svo þetta nú ekki opið allan vinnudaginn, þannig að ég fæ nú svolítið fyrir. En það skreytingar sem að þú setur í þetta, þær þróast væntanlega eftir bara hvað markaðurinn vill eða hvað? Já, það svona, það má nú eiginlega segja það, svo maður finnur hvað vinsælast og svoleiðis. Og það náttúrulega raunið, það eru túristarnir sem vilja það. Þið eru með verslun í Reykjavík. Ég gerir ráð fyrir að útlendingar séu ykkar helstu kunnar. Já, þeir eru 99% af okkar kunnum og þá eru Bandaríkjamenn langstærsti hópurinn. Og það íslenska ullin sem að selur sérstaklega? Já, og þeir tala mikið að sem sagt gaman að sjá eitthvað svona nýtt úr íslensku ullinni og líka mjög mikilvægt að þetta sé búið til á Íslandi. En skreytingarnar, þessi bekki sem að þú setur á, hann var skoðaðinn á því hvort þeir vilja hraun eða eitthvað annað? Já, þeir hafa mikla skoðun á því. Og hérna, hraunið vinsælast og jökullin líka. Svo á vetuna það norðurljósin og hérna þetta bara. Já, það bara misjætt smekkur á þessu eins og öðru. Innandyra við hliðina á vinnustofunni verður veitingaaðstaða í nálægð við ýmis húsdýr og utandyra verða líka dýr og ýmis leiktæki. Guðbergur, því að þið eru svona hægt og sígandi að taka allt húsið í notkun og hérna sem sagt bara á föstudaginn opnar dýragarður. Já, þá vonum við að þetta verði sem mest klárt hjá okkur og þannig að við eigum að geta haft svona stærstu húsdýrin utandyra og svo minni dýr hérna inni, boðið upp á létta veitingar í matsalnum og svo getur fólk farið og séð hvað konan gerir í ullinni. Hvaða dýr verða hérna? Það bara öll helstu húsdýrin, pluss einhverjir svona nýbúar sem eins og kínverska silkihænur og kornhænur og kanínur og annars þetta kýr, hundar, hestar og svín og þetta hefðbundna. Þannig að þetta þá tilvalið fyrir fjölskylduna að koma hérna? Já, við erum svona að reyna að þetta höfði jafnt til fullorðina sem barna, þannig að fullorðni getur dundað sér eitthvað meðan að hérna börnin leika sér úti og þau geta, þeir eru búin að skoða dýrin, leiki sér í sandkassa og hérna búinu og skoppa aðeins á trampolínum. Guðbergur hefur áður rekið húsdýragarð og þekkir því nokkuð vel til. Ég ætla að sé ekki að verða sem sagt við byrjuðum nú aðeins síðasta sumar að vinna í þessu og svo hefur veturinn farið og hérna sá tími sem við höfum haft umfram rekstur Gjósku, sem sagt fatafyrirtækisins okkar, hann hefur mest allir farið í að undirbúa þennan húsdýragarð. Fnjóskadalurinn, hér töluverð umferð? Já, hér eru innan við þjóðveg 1 hérna, og innan við Vaglaskóg, þá eru komnir nú þegar 200 sumarbústaðir og svo ætla Illugastaðir að stækka sig helming og jafnframt verktaki búin að kaupa jörðina við hliðina á okkur og ætlar að byggja þar yfir 100 bústaði. Þannig að, og svo blessugöngin, að þau náttúrulega hérna eiga eftir að gjörbreyta þessu, þá verður bara 15 mínútna akstur til okkar í staðinn fyrir hálftíma nú.
Þessi dúfa býður þess að fyrstu gestirnir komi og hún á sér nokkuð merkilega og skemmtilega sögu. Dúfa, við ætluðum nú ekkert endilega standið í að fá okkur dúfur þetta árið, en hún flaug bara inn í stofu hjá okkur og Hérna í Fnjóskadalnum og ég náði henni og hún vel merkt, þannig að ég sett inn á Facebook, inn á svona dúfnaspjallhóp, númerið á henni og fekk bara viðbrögð mjög fljótt og komst að því að eigandinn sem sagt hann býr á Eyrarbakka, hinum megin á landinu og hafði verið með hana fyrr í maí í sem sagt bréfdúfukeppni í Þjórsárdal, en hún ákvað að snúa aðeins á þá og skella sér bara í daladýrðina. Hérna hún sem sagt. Og hér hún og ég sem sagt hafði samband við eigandann og hann bara gaf mér hana og ætla svo væntanlega að senda mér kall henni til félagsskapar innan tíðar. Þannig að hún verður ekki lengi ein? Nei, Dóra landkönnuður verður ekki lengi ein hérna. Ekki bara stór skemmtilegt að bransa í þessu öllu saman? Jú, virkilega, og svo náttúrulega eins og svona uppákomur að skemmtileg tilvíðun á lendi á eina bænu sem opna húsdýragarð. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.